Birta, verður hjartanlega velkomin í tebúðið. Þakka þér fyrir, Sunniva. Hvað segirðu gott? Bara gott. Það ekki? Ætlar að yfirheyra mig í dag? Já. Ok, ég nice. er að taka viðtal við þig. Já, ok. Og hvað ert þú búin að vera að gera? Já, finnst ekki langt sem við tókum upp þátt? Jú. Já. Þú veist, langt sem ég séð þig. Já. Hvað ándjós, hvernig sagði þið síðast? Það er allt svona viku eða eitthvað. Ég held ángríns að það var þriðdaginn síðasta. Já. Sem forlega langt síðan, sko, fyrir okkur. Já, það er fárlegt. Já. Ég var ætlum hér sunnudaginn, svo beilu á það. Já. Var það ekki þriðdaginn síðast og mástu vorum að klára, eða þú veist, eitthvað í tölvunni og eitthvað? Jú. Það var þriðdagi? Já. Vá, hvað langt síðan? Háksland síðan. Ég var bara hálf feimin við þig. Já, bara, who are you? En þú ert með svona smá kvefa rödd. Já, ég veit, smá kvef í kellinni. Smá kvef. Já. Ekkert hættulegt samt. Nei. Ekki hættulegt kvef. I saw it coming, sko, ég fæ aldrei kvef, þannig að ég hljóti að fá þetta einhvern tímann, sko. Já, eða líka bara, þú veist, er ekki algengt að fá svona einu svona kvef á sérstaklega svona kalt, sko. Já. Ég var líka ekki vel klædd og eitthvað, hann að Já. drán mís, sko. Getur sjálfið þér umklæmt. Já. Ég var smá kaltum hérna helgina, sko. Já, illa klædd. Já. En þetta er fyrsta skipti í langan tíma sem er kalt, sko. Já. Maður stundum gleymir sér. True. Líka út af því, það er svo blekkjandi því það er orðið fucking bjart. Án gríns. Maður heldur að það sé ekki kalt úti. Já. En ég er svona á þeim í millistíði núna. Nú á ég að henga svona, maður vill ekki fara í úlpunni út. Nei. En ég á svona engan svona hlýjan jakka, fattur það mig. Þegar ég er svona, maður vantar svona febrúarjakkan. Millibils ástandið. Já. Sem er hægt að nota svona februar-mars og svo getur þú farið í léttu jakkana í apríl. Já. Það ekki? Jú. Svona cirka bát. Já, eitthvað svona, kannski loðin inn í eða eitthvað. Kósi. Já, bara úlpu eða þunnarjakka. Já. Alveg. Það vantar svona millibili. Já. Það er alveg must have. Án gríns. Hvað fær maður svoleiðis? Já, gott að vera með te. Fyrir kvefið og sunnuf okkar. Litla kvefið. Núna er ég held upp á. Landsinn, ég held upp á. Já, ég held að þú hefur bara ándjós ekki gert það sem bara fyrstu þáttunum okkar. Shit. Þetta er eiginlega svona my cue, sko. Það held upp á te. Ég held að hvað Sunna var held upp á. Já, ég gleymi oft. Það er gott að hafa þetta sérstaklega þú ert með smá kvef. Já, ég elska te. Ég er búin að drekka gott að vera mjög með mikið af te núna. Bara alltaf, sko. Elskum að drekka, elskum að spill the tea. Og alls konar svoleiðis. En já, talandum að sko vera orðið bjart, ég bara þetta er life changing. Þú veist, bara eins og í vinnunni, ég er að vinna til svona 4-5 á daginn og svo er ég að keyra heim og ég man bara í vetur því ég var að keyra heim á vinnunni nákvæmlega sama tíma, 4-5, þú veist, ekki stóð fara á milli að þú veist, þá bara svart og ég bara fór heim og mér langaði ekki að gera neitt annað en að fara heim. Já. Núna er ég að keyra heim og það er bjart og ég bara mér langar ekki að enda daginn. Einmitt. Maður er meira til í að gera eitthvað. Já, maður er miklu meira til í að þú veist, eitthvað svona stússast og gera og bara maður er með meiri orku. Miklu meiri og þú veist, það er ekki orðið alveg bjart að keyra í vinnuna en það er samt ekki bara eins og ég hef vaknað klukkan 3 um nóttina. Það er ekki alveg kolsvart úti. Nei. Það er fucking nice. Þetta er sko, ég held maður átti sér alltaf á því, þú veist, að hver einasta ári kemur þetta alltaf, manni jafn mikið óvart hvað þetta er nauðsynlegt að fá dagsljós. Án gríns. Hvað er að búa hérna bara eitthvað sem er 4 tímar á dagsljósi? Svo er maður að kvarta og svo, what do you live here? Þegar á sumrin þá alltaf ekkert, engin Nei. Dimma, sko. En ég fíla það, sko. Ég líka. Ég þoldi það ekki einu sinni, sko. Nei, ég er sammála. Nenni ekki. Núna er það bara besta sem ég veit. Já. Elska. Þú þarf ekki að vera eitthvað að keppastu dagsljósi eitthvað. Það er svo mikið þannig. Þegar ég er að gera þetta og eitthvað. Einmitt. Og eins og þú kannski þekkir líka, þú veist, þú ert mikið að taka myndir og eitthvað þannig og þú veist það. Það þróta á veðnar, sko. Er það ekki? Jú. Þú hefur bara einhvern hálftíma og það er bara... Eitt glugga, já. Sem er bara, kannski smá sól en samt yfirleitt ekki. Nei. Það er yfirleitt bara skýjað og eitthvað leðalegt, sko. Þannig að þetta er bara lost case af veðnar í Íslandi, sko. Og svo sumrin ertu bara með 24/7. Já, það er líka bara skemmtilegast í heim að taka myndir af sumrin, sko. Já. Hlagst til. Að þið getur bara miðja nótt bara eitthvað úti. Og tekið góða myndir. Já. Það er svo gaman. Það er svo gaman. Ég er svo ógeðslega þakklátt að ég sé eignast barn á þessum tíma að það sé orðið bjart. Já. Að því að þú veist, bara eins og mákurinn mín, þú veist, Hildur og Aron, þau eignuðust Bibba í janúar. Og hún var að tala bara, þú veist, það var ekkit, hún sagði mig, þú veist,
ég var ekkert eitthvað geðveik spennt að fara út að labba með nýfætt barn í niðamyrkri. Einmitt. Það er svo mikil jákvæðar að vera bara ég ætla að taka morgungöngutúrin, þú veist kannski vekna snemma með barni. Ándjóks. Það verður í morgungöngutúrin, það er bara komið sól. Já, og það er bara bjart, að fyrst það er líka, ég skil hann óslega vel að því að hann hlýtur að líða því að þegar það er svona svart og dimmt, þá þú veist, þó svo að það sé ekki komin 20 stigi hiti í apríl nær þannig, þú veist, það geti þess svona verið jafn kalt og var þegar þau eignust Birni í janúar, það er bara munurinn á að þú veist, ég veit ekki, þú veist, það er bara bjart úti, þeir líður örugglega bara eins og það sé hlýrra fyrir barnið, ég veit ekki I don't know, en ég er allavega þú veist, vá hvað ég er þakklátt bara að það sé komin dagsbirta, ég get bara sagt það Same. Og ég held að það sé það öll sko. Já, og líka að þegar það komin dagsbirta þá var svona, þú veist, eins og núna við fáum svona smá forskot á, þú veist, sumari sé að koma þá finnst mér líka ógeðslega skemmtilegt að gera hluti eins og fara að fá mér ís Ángríns. Finnst það ekki? Jú. Það er svona ennþá svona smá svona bjart þegar þú færðir ísinn og svo verður kannski dimmt og það er svona koma sumar stemningin og já, þú er svona að taka forskot já, það er smá ís, það er upp í huppu panta tepósrefin hann er bara eitt sem þú panta já, ég sá neitt annað sko og ég bara stað en ég samt í alvörunni hef núna verið fyrst að segja fólki frá bara þau bara, þeir eru með eitthvað svona tepósref, já og ég segja hvað er í honum og eitthvað og þá er að fólk svona, já vá, það er bara svona, ég hef aldrei heyrt neitt segja, þetta er það sem ég fæ mér alltaf Nei, já, það segir það enginn Nei, ég hef aldrei heyrt neitt segja, bara, þetta er minn refur Þú veist, það sem að þau vanlega setja sjálf úti en fólk er ógeðslega tilbúið að smakka þetta en enginn hefur pröfað þessa samsetningu áður af þeim sem ég hef spurt Nei, ekki heldur Enginn, sko. Mér finnst það ekki gaman. Mér finnst það ekki gaman að sé sérstakur. Náttúrulega fullt af fólki er búin að smakka okkar. Já, núna. En ekki áður. Ég er að tala bara svona áður og þegar maður var svona að spyrja, þú veist, að fólk er alltaf búin að velja sér eitthvað hvað það fær sér í. Það er ógeðslega margir sem eru bara vanafastir. Já. Við mælum með bara að pröfa einu sinni bara. Ég var alveg svolítið vanafast, sko, ég get alveg sagt það. En svo þegar við fórum í þetta skemmtilega samstarf með Huppu og við tókum hann og testum bara geðið mikið, þá var ég bara hvað ég er að sofa á miklum innhaldsefnum bara I'm sleeping on you I'm snoozing on you maður er bara, þú er ekki svo maður svona, maður ennur ekki verið já þetta og þetta og þetta og en þú getur bara sagt bara þú veist, að matsæli og þægilegt bara að tepa þessu reyðurinn það er svo þægilegt það getur verið ég ætla að fá smánhins mér snikkars kurlótoppin og Oreo og tvöldjarnar og líka, þú veist farið smakkjan, merkja okkur í stóri sína okkur We love it. Og bara gefa sér engun. Eins og vorum að tala um í síðast þætti. Má vera honest og bara já, hei, ekki ljúga honesty, sko. Ekki ljúga okkur. En ef þú hefur ekki pröfað þessa samsetningu áður, eins og margir sem ég tala við sem aldrei pröfa, bara getur fengið bara svona lítið krútt og bara smakkað. Já. True. Það er bara þess verði. We promise. Já. Höfum við logið að tebósgestunum áður? Nei, aldrei. Nei, við höfum rugglast. Já. En logið, það er ekki það sama. Nei, það má alveg rugglast um Bruce Lee og Bruce Willis, ok? Fyrsta þætti. Það er aldrei skammast mín eins mikið. Ángríns. En ljúga það gerum við ekki. Nei. Að við erum ekki legarar, sko. Ég get alveg treyst okkur. Ég myndi alveg segja það. Já. Ask anyone. Annað með, ég er svo föst í þessi orðið bjart úti því ég er ekki glænst þetta gleður mitt hjarta svo mikið því ég vissi það ekki. Ángríns. Annað sem að mér finnst gerast þegar dagsbirtan kemur og sumari kemur, ég veit ekki hvort sammála, en ég mála mig minna. Já. Þú veist að því að ég veit ekki af hverju, en mér finnst bara svona, þú veist, ef það er bjart úti og þú veist, eitthvað svona þá þarf ég að hafa minna fyrir því ég veit ekki af hverju en þá finnst mér líka til dæmis ég hef alltaf verið svona, mér finnst mikilvægra það er alltaf mikilvægt en mér finnst mikilvægra fyrir mig persónulega því ég nota þá minna make og minna make-up á sumrin algjörlega, make sense að vera með betri húð og á veturnar verður húðin mín verri bara út af það er þurrt, það er kalt maður að mála sig meira já, maður að mála sig meira og eitthvað svona og maður er eitthvað svona þú veist, já, það er alltaf svart og eitthvað þannig að maður reynir að líta vel út og byrta upp á sjálfa sig eitthvað neginn en á sumrin, þá er maður meira svona kannski að flanta náttúrulega húðuna
í útilegum og svona. Gott að vera ómálaður. Gott að vera ómálaður og líða vel þannig. Og þess vegna, þannig getum við komin og lögða spa. Það er svona held ég að glóserumið verður svolítið major key. Bara vara sumarsins. Ég held það. Ángríns. Ég held það, sko. Sko þess að þægilegt bara setja þetta á sig og vera bara svona glowy og bara þurfa ekki að mála sig. Já. Bara vakna næsta dag. Þú er bara með, þú veist, glóið. Húðin er vel nærð. Með góðan raka. Ég er spennt fyrir sumrinu að ég er eiginlega peppi yfir mig. Við erum bara peppa yfir okkur. Við erum alltaf svona, við erum, þú veist, oh my god. Þú veist, við erum aldrei ánæðar hvar við erum akkurat núna. Hvað er að okkur? Bara jólin, það var bara jólin frá því bara í september. Já, hvað er að okkur? Og svo núna, sumarið, það er februar. Hvað er að okkur? Ég veit ekki. Kunnum við ekki að lifa í nútímanum eða eitthvað þannig? Nei. Eða, veist, við viljum alltaf bara svona the holidays, skilur, og það er allir eins, held ég. Já, en líka flestir. bara, er ekki ógeðslega hollt að hafa alltaf eitthvað til þess að vera spenntu fyrir? Man verður að gera, ég lifi bara á að hafa eitthvað svona framöndan og þú veist. Ég líka. Ef ég er ekki með neitt skemmtilegt framöndan, þá bara býið til eitthvað, skilur, sem er kannski ekki endilega. Það er bara að sé eitthvað smá. Bara að fara í eitthvað ferð eða eitthvað. Fara í bústað, skilur. Já. Bara, þú veist, þess að núna, maður er bara að gera ekki neitt. Einmitt. Maður er bara svo langan tíma að gera ekki neitt. Þannig að fara í bústað þó að sé ekki nema einn nótt er bara eins og að fara til útlanda. 100% sko. Það er gaman. Svo ég líka bara, þú veist, núna náttúrulega, ég hef þessa eina dagsetningu þarna sem ég er mjög spennt fyrir, 15. apríl. Þá er ég bara búin að vera ólétt. En ég er búin að vera svona að telja niður litlu hlutina þangað til og það var náttúrulega jólin, svo var áramótin og það gekk gaman. Og svo var ég bara eitthvað svona, já, svo ég afmæli í mars, ég er spennt fyrir því, bara eftir smá. Og svo var það náttúrulega babyshowerið og ég einhvern veginn var bara búin að gefa mig það, við erum aldrei búin að ræða þetta. Nei. Ég var einhvern veginn bara búin að gefa mig það að babyshowerið yrði í kringum mars. Ég veit ekki af hverju, ég hugsaði bara svona, maður fær alltaf babyshower svona mánuði áður. Það er ekki þannig byrja það. Ég veit það núna, en ég veit ekki af hverju ég er búin að búa þetta til haustum mínum. Og ég var eitthvað, og þannig að ég var alltaf búin að vera bara svona, ok, vá, þú veist, varðandi daga til þess að vera spennt fyrir. Þá er janúar frekar boring. Það gerist ekki neitt. Februar, það er boring, það mun ekki neitt gerast. Mars, jú, skannlega, þá ég ammali og ég fæði babyshower, svo er komin apríl. Svo því ég fekk babyshowerið núna bara, var það í janúar? Já, var janúar. Það var janúar, já. Ég enda í janúar. Já. Þá var ég bara eitthvað, oh my god, var eitthvað svona, ég var búin að vera ekki spennt fyrir eitthvað, vissi ekki hvenær það myndi verða. Já. Og svo var það búið og ég var bara eitthvað, oh my god. Þannig að núna hef ég, ammali mitt sem er ekki langt í. En þú veist, februar svo stuttir, þannig að þú þarft ekki þar til að hlakka til, en þú þurftir eitthvað til að létta upp á janúar, sko. Ég er 100% þakklátt fyrir það núna, sko. Er það grínast? En ég var líka bara svona, ég man bara þegar ég kem inn og surprise mig og ég er búin að vera eitthvað, svo man ég segi eitthvað, þetta er alltaf snemmt. Já, það var eiginlega fyrsta sem þú segir. Eins og ég sé ekki nógu ófrísk að springa. En þetta var bara svona, þú veist hvernig maður búin að ákveða eitthvað í hausnum sínum, svo þú veist eitthvað. Ég veit að ég bara nenni, þú er svo mesta típan sem bara kemst að öllu og veist allt og ég kann ekki ljúga. Nei. Þannig að ég vil hlýna þér, þú nær alltaf öllu upp mér, þannig að ég var bara, ok, ég ætla að gera þetta á tíma sem að hún fattar þetta ekki og þetta þarf að gerast á mjög stuttum tíma. Já, bara þetta þarf að skipulagt og gerast. Já, af því að ég get ekki haldið leyndumál frá þér. Þannig að ég hefði líka alveg farið. Ég er svo glöð og bara vissir ekki neitt, sko. Já, í kringum enda, af því ég veit ekki af hverju ég er búin að vera svona, að gera þetta í kringum afmælið mitt. Ég veit ekki af hverju mér myndi finnast það sniðu hugmynd. Það var náttúrulega, fyrst, já. Ég veit ekki, en að þetta komur svo óförum að ég get ekki ég get ekki lýst því hvað þetta kemur mann á óvart. Ángríns. Þú lendir í þessu í sumar þegar við komum óvart með afmælið. Surprise-afmælið, það er bara hrikalegt, sko. Maður er svo miklu sjokki. Maður er bara eitthvað fyrir mig. Ángríns, svona, er fólki alveg að gera þetta fyrir mig? Ég er ekki svona merkileg, sko. Einmitt. Og ég er ekki orðið nógu ólétt. Hvað er það að tala um? Þetta er alltaf snemmt. Ég er svona bara sé ekki að fara að koma. Einmitt. Alveg. Crazy. Herru, topic dagsins. Herru, þetta er samsæringar. Samsæringar, sem það? Samsæriskenningar. Samsæringar, það er ekki hvað spennað. Samsæriskenningar í Hollywood part 2. Ótrúlega fyndið, við fengum daginn bara eitthvað, ég með hugmynda topic, samsæriskenningar.
já, ég sé búin að gera, nenni að gera part 2 Já, þá var var Raunin það? búin að plana lengi búin að plana, já, Oh my god. mér fyndi alltaf þegar við erum bara að taka á topic þá kemur svona eitthvað svona, Eitthvað eins og sem einhver að- já. viti að það sé að fara að koma eða eitthvað, Oh my god. mér fyndi Með sterka fylgju. Svo Svo segir okkur það. topic fylgju Já, það lítur að vera. Nei, ég já, þú veist, við vorum bara svona, þú veist, að því að ég man að þegar við vorum búin að taka upp hinn þáttinn, að þá fannst okkur eins og væri gett mikið órætt og gett mikið sem gætum farið ofan í og eitthvað svona. Og ég hlustaði á hinn þáttinn, ekki að finna því að við erum ekki að tala í þeim þætti, veist, munurinn ef þú myndir hlusta á þennan þátt versus hinn, þá erum við að tala sko bara eitthvað svona, þú segir eitthvað, já, ég labba út í bíl morgun, það var svo kalt að ég þurfti að afþýða bílinn og í leiðinni afþýtti ég Michael Bublé og þetta er bara svona, núna erum við bara, það er dagsljós þetta er bara svart og hvít, já, en þú veist, ég bara, vákvæði, þú veist, sem ég langt síðan, þáttu að tekinu upp, en samt svo stutt síðan hvað einhvern veginn hlutinni breytast. Var þetta ekki samt einn af þeim fyrstu? Var þetta ekki fyrstu 10 eða eitthvað? Ég held það, sko. Fyrstu 15. Þannig að þetta var alveg byrjun október eða eitthvað. Já. Þegar við tókum þetta senast. En það er náttúrulega endalista samsverðskenningum að núti. Sko, það er málið. Það er endalaust af samsverðskenningum. En það er ekki mikið sem að er tengt einhvern veginn Hollywood. En samt svo mikið líka, ég veit það ekki. Ekkert kannski mikið sem að er ekki eitthvað áhugavert að vera bara hvað er í gangi, skilur Nei. Af hverju eru þið að ræða þetta? Já. En við finnum svona alveg fullt af mjög fyndnu dóti, sko. Já, fyrsti þáttu var að tekið svona einmitt svona fyndið, skemmtilega, ekki fyndið, en þú veist, finnst sem svona áhugavert, bara, já, þetta er svona ekki bull, skilur. Og mér fannstu pínu svona þar kofvera ógeðslega mikið. Við tókum alltaf svona helstu og svona minni og þú veist, eins og bara vorum að tala um að Steve Jobs væri á lífi og Stevie Wonder að hann sumir haldaði fram hann sé ekki blindur og alls konar svona minni litlar samsæriskenningar en svo eru til svo stórar 9/11 og allt þetta er allt samsæriskenningar en þetta er ekki kannski endilega til samsæriskenningar út frá því já þú veist þetta gerðist sko já, þú fattar hvað ég meina, það er til samsæriskenningar um það og það er kannski ekki endilega Hollywood tengt eða eitthvað sem við viljum kannski að því að þá finnst mér eða ég veit að okkur finnst þá þyrfti það bara sér þátt ef þetta tengist ekki Hollywood já, algjörlega, við getum alveg gert það eða það er áhuga fyrir sko. já, nákvæmlega, þannig að ef það er einhver samsæriskenning sem þið eru gett áhugasum og þið vilji heyra hans meirum sem er kannski í hans stærri kantinum eins og þetta með 9/11 það er svo ógeðslega mikið af gögnum sem segja þetta og alls konar mismundi leiði til þess að fara í að tróða því inn með öðrum litlum finnst mér bara ekki á ekki skilið. Nei, það er líka það sem ég með bara eitthvað svona djókskilur. Já, þetta er svona aðeins kannski léttari kantinum, En við erum alveg til í að taka eitthvað aðeins flóknara, sko, eða á yfir því eða myndi bara senda á okkur og teppa þið og við skulum bara skoða og bara gera sér þátt þá úr því að því að ef það er eitthvað svona juicy og þá viljum við geta farið út í alla vinkla, án þess að vera eitthvað svona heyrðu, næsta saga er þetta þannig við erum ekki hættar með samsæriskenningar en þetta er kannski síðast sem við tökum svona marga í einu eða þú veist, þannig sé en svo er líka eins og til dæmis fullt af samsæriskenningum sem tengjast Hollywood fólki eins og Diana prinsessu það þú veist það þarf bara að koma sér þáttur Diana prinsessu eins og við höfum talað í Royal þættinum. Það er að fara að koma þáttur Diana prinsessu sko. Svo við getum bara sagt það. Já. Nei, ég heldur sögum það líka í Royal þættinum. Það vorum bara ákveða þar sko. Já, þannig að þú veist, þar getum við lyft okkur að fara hún í þá vinkla og þannig að við viljum ekki. Það er einmitt, einhver svona, það fær alveg sér þátt. Já. En Birta, hvað er fyrsta samsæriskenningin sem þú ert með? Herru, fyrsta sem ég er með hérna, erum við nokkað Kanye West. Kanye West? Já. Kanye. Æjá, Kanye. Sem er ekki frá Texas, svona. Víst. Kanye. Víst, Texas. En það er samsæriskenningin. Nei, ekki veist. Já, ég ætla að byrja þess að samsæriskenningin. Kanye í rauninni frá Texas. Það hefur bara verið vera. Ef þú situr hann, ef letar hann tala aftur á bak, þá er hann með Texas hreim. Skemmtilegt. Já. En það með þeim fyrstu lögum sem gerði Kanye West
frægan og gerði Kanye West að Kanye West var lagið sem hann gaf út árið 2002 sem heitir Through the Wire Hefur heyrst það? Ég veit það ekki, ég kannast ekki við Nei, örugglega, en sko örugglega heyrst eitthvað svona brotur því þú veist og hann en þetta var svo ógeðslega frægt lag að því að hann lendir í bílslysi og mölbrýtur á sig kjálkan Já og það eru settir vírar og svona Og hvað með rámar í þetta? Sko, við höfum rætt þetta Að það? Já, ekki það Rættum við þetta þegar við vorum í MS? Já. Þegar við gerðum kynningunum Kanye Við gerðum náttúrulega kynning Kanye, sko Ég er búin að gleyma þessu Þá rættum við þetta Já Og þessna, einmitt, þessna kannast ég við Ég heyrst þessa sögu Já. En hann lendir sérst í bílslýsi Í október 2002 Og þar settir á hann vírar Og hann rappar Og þú svona heyrir hvað hann í svona miklum He's in pain Og hvað hann miklu þjáningu Og það einu svolítið svona bara svona vá hvað hann talented Þetta lag svolítið svona gefur hann út Hann bara vá hvað hann ógeðslega hæfileikaríkur Tónlistamæður Það geta skrifað hann texta Og sungi í gegnum Víra Já, vá Þú vær Ég fæ bara svona flashback Þegar þú tala um þetta Já Nema hvað Að þú veist það til myndir af honum og hann bara fucked up í andlitinu sko Ég elsku Já, en það eru samt sumir sem halda í fram að þetta bílslys gerðist ekki Nú Bara hann hefði faked a car crash Bara verið með þess að víra til þess að fá athygli þá eða, Sko eða lenda hann í ykkur öðru Það er nefnilega slagsmálum Já Það er nefnilega svona kannski haldið fram en það var bílslys sem að gerðist og í þessari samsæliskenningu þá er verið svolítið að segja að Kanye hafi kleimað þetta sem sitt bílslys en það hafi ekkert endilega verið sannleikurinn Sitt bílslys Já, ég var þarna þú veist þetta gerist fyrir mig einmitt, já Skilur En þetta var sérst þannig að hann var búinn að vera að vinna í tónlistabransanum og hann var búinn að vera að skrifa lög og texta fyrir aðra tónlistamenn áður en hann svona kannski fór að syngja það sjálfur Já. og hann var búinn að vera að vinna með artista sem kallaði sig Payroll og þetta var mjög confusing þegar ég var að rannsaka þetta mál því ég var alltaf af hverju alltaf verið að tala um launataksta en nei, það var sem sagt artisti og sagan segir að Kanye hafi búið til lag og selt það til þennan gæja og svo hafi það lag endað á plötu hjá Jay-Z en þessi Payroll gæji var sem sagt ekki hann var ekki ánæður með þú veist hvað hann fekk mikið fyrir að þetta lag hefur endað á plötu Jay-Z og þetta varði eitthvað svona gett mikið konflikt þannig að verður eitthvað svona smá stríð á milli Payroll og Kanye Já. og svo náttúrulega og þessi Payroll og Kanye eru báðir staðsettir í Chicago og það sagt að þessi Payroll hafi mætt inn á stað þar sem að Kanye var líka og engin veit í rauninni hvað gerist inn á þessum stað en næsta sem að gerist er að Kanye með brotin kjálka eins og hann hafi þá í rauninni farið hana, þessi Payroll gæi lúparið hann, eða þú veist ráðast á hann en hann hafi náð að láta þetta líti út að því á sama tíma gerist bílslys eins og hann hafi verið í bílslysi Akkur þetta kann ég að ljúga því Ég veit ekki hvort að það var eitthvað svona sign of weakness að hann hafi ekki unni bardaga ekki bardaga eða unni slagsmál þetta er það sem samsæliskenningin heldur fram sem alveg skrítið því að þú veist við höfum alveg séð 50 vera monta sig að lendi í slag skilur ég veit það ekki það meikar eiginlega ekki sens nei en það er náttúrulega sumir sem segja sko að það sem að bílslysið átti sér stað gerðist í Los Angeles í LA en Kanye var sem í Chicago þegar það, þú veist ef þú lítur á tímaraman þá er mjög erfitt fyrir Kanye að vera allt í hennum komin til LA með við hvar hann var séður í Chicago þannig að það er kannski sterkustu sönnunagögnin í þessu máli og svo líka þarna að nokkri sáu Payroll labbinn á stað
og svo næsta sem bara eitthvað í fjölmiðlum að Kanye sé kjálkabrotin. Já, þetta áhört. Já. Getur verið. En kannski þetta er ekkert eitthvað geðvitt áhugaverð samsæriskenning, en þetta er áhugavert að því að þetta er lagið sem gerðan frægan. Þannig að ef þú byggir á grunni eitthvað lag, þetta var bara, þetta sem kom þér á toppin á þeim tíma. Ef grunnur á því lagi er fake, það er kannski svolítið vond. Já. Fyrir því persónulega að vita það, skilur það í laug. Já, kannski er hann bara alls sama. En það svo margir sem alltaf eru bara skáldega dótið að þeirra semja lög, sko. Já, 100%. En hann alveg getur bara að vera íkjað, skilur að koma eitthvað nýja sög í staðan fyrir að vera hann er alltaf búin að fara í fullt af viðtölum og tala þetta car crash og þannig, sko. Kannski lendi maðurinn bara alveg inn í car crash og fullt af fólki bara, nei, að gerðist Já, svo það er svo pirrandi, skilur. Það er leiðilegt. Já, 100%. En maður veit aldrei. Nobody knows the truth. Nei, en hvað er þú með? Herri, fyrsta sem ég er með. Ok. Ekki alveg svona, en okkur kona Cher. Elska. Hún hefur talað að hún hefur farið bara lítið aðgerðir og eitthvað. Ok. Svo góða með það. En það er saga, samsæriskenning, að hún er búin að láta taka sér rifbein. Já. Og til þess að fá hún alltaf mjóra mitti. Einmitt. En hún það böggar hana mjög mikið þessi saga, því að hann er kannski alveg samhýnar, skilur við. En þetta er eitthvað svo yfir línuna einhvern veginn. Já. Þannig að hún fór alveg það langt að bara taka röntgenmyndir og byrta þær og eitthvað. Bara til þess að slökka á sögunum. Til þess að sína bara, láta læknir segja að hún sé með öll rifbeinin sín. Það er samt stjarna sem hefur gert þetta, er það ekki? Er það ekki hann... Ekki. Er það samsverkið? Er ekki það sem Marley Manson eða eitthvað? Heyrðu þú þetta þegar þú var lítil? Já. Ég heyrði þetta alltaf þegar ég var lítil. Og þetta er örgulega... En Birta, það hefur enginn heyrt þetta. Hæ? Nei. Ok, samsæriskenningin var... Ok, ég veit ekki hvað samsæriskenningin. Ég man bara eftir að ég heyrði þetta þegar ég var lítil. Ok. Var að Marley Manson. Já. Lét taka sér 2 rifbein. Svo hann gæti stundað munnmök með sjálfum sér. Já, ég heyrði það líka. Já. Þetta var sagan sem ég heyrði þegar ég var yngri. Ég nefndi það einhvern tímann við eitthvað og fólk var bara, hvað ert það að segja? Í alvörinu? Og ég nokkur sinnum svona, ok, hefur þú heyrt þetta? Enginn. Aldrei heyrt þetta. Ég var bara, ha? Og nú er þú að segja mér að þú hefur heyrt þetta líka. Já. Ákvað ég fegin. Að því að ég var bara, hvað bull er einhver að fæða mér en að örgulega systir mín eða eitthvað sem er sagt mér þetta. Já, einmitt. Nei. Hvað? Ok, fegin að þú hefur heyrt þetta líka. Einhverstaðar heyrði við þetta báðar, sko. Einmitt, að þú veist, ég var með fólki er bara með vinum mínum og þau eru öll 1 ári yngri en ég eða 2 og enginn að þeim vissi hver Marley Manson var. Ég setti lag með Marley Manson á. Ég var bara, já, hvernig vitið ég ekki hver Marley Manson er? Þetta er bara svona eitthvað sem að veit hver er. Já, ég setti hana frægasta lagi sem að var alltaf þegar maður var yngri hana. Reach out and touch. Já, einmitt. Bara veit allir hvað lagið þetta er og þau voru bara, nei, aldrei þetta. Ég var bara, hvað er ég að gera þarna? Oh my god. Svo skrítið. Ég sé hérna bara því ég googlaði þetta í fljótubræði. Já. Hann skrifaði þess að í sína bók, bara lífsbókina sína. Ok, er þetta rúmur inn á Google líka? Ég veist að þú googlar þetta þá finnur þetta skólu. Þannig að það er ykkur sem hefur startað þessum rúmur. Ok, ég kom það við sem ekki einar en á Íslandi. Nei, guð, eða fyrst, kannski Íslandi, ég veit það ekki. Nei, það hlýtur ykkur að fætta okkur út af það því ég var örugglega svona 8 ára eða 6 ára þegar ég heyrði þetta. Ándjóks. Ég var 6 ára haldi, eða 7. 8 ára. Akkur ætti ég að vita? Nei. Allan, hann segir í hans bók sjálf og sig, þú veist líf sitt. Bókin heitir The Long Hard Road Out of Hell. Hann skrifar: ef ég hefði raun og veru látið fjarlæga úr mér rifbein, þá hefði ég verið alltof upptekin að sjúga mitt eigið teppi. Þannig að kannski byrjar ormurinn þarna. Já. En samt, ormurinn var að láta til hann geti svoið sitt eigið teppi. Já. En hann segir greinlega að þetta hlýtur að vera tekið úr samingi. Hann segir þetta örugglega eftir á samt, en hann er bara að gera grín á þessu. I would have been busy sucking my own dick. Ég bara bilast í þessu, sko. Ok, talandi skrýtnar svona lígasögur sem ég heyrði mjög lítil. Já. Ég ætla að ræða við eina sem ég heyrði. Lígasögur? Já, ok. Og sem ég hélt ennþá fyrir svona kannski ári síðan, þá hélt ég að það væri satt. Eða minna en ári. Nei, já, það er ekki það langt síðan. Ég horfði á þetta, var 50 cent. Ok. Ég sagt það við þig, ég veit ekki hvort ég var búin að spara þetta. Ég veit ekki. En
Hann var skotinn. Já. Það satt. Ég veit það. Ok. Og ég var að horfa á myndina með honum. Hanna, Get Rich or Die Trying, heitir hún það ekki? Jú. Og ég hafði aldrei séð hana. Ok. Við erum að horfa á hana og ég bara, hann skotin hana. Ég var bara, bestið þú veist hvað bjarga á honum. Hann hvað? Já. Er ekki með sílikon í hérna chestinu og sixpackinu og hann nei. Er það ekki sagt? Nei, hefur þú þetta? Já, já, hann hafði lifað þetta af, hann hefði fengið svo mörg skot, hann lifði þetta af og það var með sílikon, já. Birta, þetta kjaftaði. Af hverju hefur þú heyrt það líka? Af hverju hefur við heyrt sömu hluti? Ángríns, að ég búin að spyrja alla síðan ég komst að þessu að þetta var líu, ég googlaði þetta og það var ekkert þetta. Ég búin að spyrja alla, það var bara, nei, ég hef aldrei heyrt þetta. Vá, hvað ég hef heyrt þetta? Af hverju hefur þú heyrt þetta líka? Já, hvað er að gerast þetta? Erum við bara með svona legasjúk systkini eða? Nei, ég held ángríns að þetta ekki kom frá systkinum mínum, sko. Hvaðan ætti þetta að koma? Ég veit það ekki, af því að þú veist, eins og eldri bróður minn, þú veist, elsti bróður minn, hann sko bara, hann bara mest í 50 fan sem ég veit Hann myndi aldrei... En þetta hlýtur að vera saga á þeirra, þau eru samaldri. Það hlýtur að vera saga sem er ganga með þeirra og þau segja okkur þetta, eða við heyrum þetta eða eitthvað. Og við erum bara, já, ok. Af því að við erum það unga þarna. Já. Að við erum ekki að fara að heyra þetta hjá bekkjarfélagann okkar. Nei, þetta er auðvitað við eigum eldri systkini. Já. 100%. Og hvað er þessi kynslóð? Það er svona alltaf saman kynslóð. En hvað er þessi aldur? Er ekki saman kynslóð? Já, jú. Ég held að. Og hvað er það? Hvað sögur er þetta? Og ég er í sjokki að þú ert búin að heyra þetta líka. Já, ég er búin að heyra þetta, sko. Oh my god. Þú ert eiginlega bara bursting the bubble right now. Já. Þú veist, ég vissi ekki, þetta væri ekki satt. Ég er þetta, og Spencer er náttúrulega bara mestu 50 fan bara sem er til. Einmitt. Og hann var bara, hvað er þetta að segja? Ég var bara, hefur aldrei heyrt það sögu. Ég veit ekki, þú veist, kannski er þetta ekki satt, en hefur ekki heyrt þetta. Hann bara, nei, aldrei heyrt það. Ég bara, ok, ég var 100% vissum að það var rétt. Já. Guð, sko, bara, hvað er að mér að trú þessu? Já, ok, vá, geggja að hann liðið af út af þessu. Varst það bara gæðt? Já, ég er bara, heppilegt. Vá, hvað myndi það að veist það? Svo var ég bara, hann er gett ungur hana þegar hann er skotna og ég bara, hann var ekki, hver að fór hann í sílikona að gera hana? Hvað er þessi myndir? Já. Hvað byll? What the hell? Hvernig liði hann það af? Hann var bara heppin. Það er bara hannig. Já. Ég held át að vera bara því að maður með svona boing. Já, ég held ekki eins og sílikon virkið þannig, sko. Nei, af því að sílikon myndi þannig sé springa og þú fær sílikon eitur og deyja. Það? Nei, kannski ekki. Ég held að gæti alveg svona stöðvað, skilur, ef að kúlan er inni þér og getur alveg svona tekið eitthvað högg eða eitthvað. Einmitt. En þú veist, ég var með það bara, hann var líka með í sixpackinu og bara... Já, ég líka. Af hverju ætti hann... Já, það er bara fake sixpack. Já. Og það er bara, væri náttúrulega bara hans, skilur. En á þessum tíma, ég veit ekki hvað það er gert, sko. Hvað það ekki? En ég var bara, já. Já, ok, heyrðu þú verið heyrt þetta. Ok, en já, vá. Hvað er að okkur? Þið verður að láta okkur vita að þið hefur einhvern tímann heyrt þess að sögu. Já, það verður ógeðslega gaman að vita. Já. Af því að núna líður okkur eins og við sem bara tvær í heiminum. Já, ángríns. Af því ég er búin að spyrja svo marga eftir að ég komst að þetta var vitlaust, eða ekki satt. Þá var enginn heyrt þetta á æfinu sinni. Ég er eiginlega meiri sjokk með það. Já, ég líka. Af því að ég bara man svo vel eftir þessu. Já, ég man svo vel eftir þessum orðrum eða þú veist bara svona þessari sögu. Þetta var bara saga. Þetta var ekkert, já, þetta var ekki spurning. Þetta er rumor. Maður vissi ekki eins og hvað rumor var þegar maður að heyra þetta. Nei, það er samsverðiskenning, skilur. Það var bara sannleikur. What? Steikt. Hvað er að okkur? Ég veit það ekki. Ok. Hvað er þú með eitthvað? En þetta byrjaði sérst eftir að við fórum út í þetta að því að sér það var orðrumur hana að hún væri með Já, og Marley Manson sagan. Já, Marley Manson sagan, já. Það var eitthvað sem ég manni eftir því að það var lítill. En ég hef aldrei heyrt það með sér. Ekki heldur. Það sem að skriði. Já. En, já. Ertu með eitthvað annað svona... Því næsta sem ég er með er svona þungt. Ok, minn næsta, mitt er að læta þungt. Ok. Pippa Middleton. Systir hennar Kate Middleton. Hún er samsæðiskenning að hún hefði verið með svona fake rass, svona þannig nærbuxum í brúðkaupinu þeirra. Royal brúðkaupinu. Ekki samsæðiskenning. Þetta var samsæðiskenning og það er einhver bara, já, hún er með fake rass og það bara að segja til fréttunum að hún er bara með svona púða og myndirnar sína, hún bara, það er ekkert sem gefur til kynna á þessum myndum að sé einhver fake rass á hann undir, sko. Þetta er bara fáránlega það sem ég heit. Og hún eitthvað, sem segir bara illusion, en hún lítur bara mjög venjulega út, sko, það er ekkert, ég er bara sjokk yfir þessu kenningu.
Og hver eru þú veist sönnunargögnin fyrir þessu? Bara að Hann hafi litið út fyrir að vera stærri eða eitthvað þannig? Já. What the hell? Svo skrítið. Þetta svo steikt, sko. Já, og líka ef hún væri með það, so what? Má hún það ekki bara? Einmitt. Hún kannski bara þarf kjöllin eitthvað ekki gera neitt mikið fyrir sig. Já. Ég veit það, ég var svo skrítið. Ógeðslega algengt eitthvað, þú veist, það er til svona nærbuxur í dag, eitthvað svona sem bara klipp út, þú veist, svona pads. Já, þú veist, svona rassin, svona eitthvað. Og mjaðminna líka. Já, einmitt. Fólk er alveg að gera þetta, skilur, en þú veist, það minnst ekkert að því og ég sé samt ekki á þessum myndum að hún sé með það. Nei, það lukkar ekki eins og þannig, sko, ekki sem smá. Spes. Mjög. Herðu, ok, ég er með svolítið svona þungt. Ok. Og þetta er svona, þú veist, frekar stór samsæriskenning. En áður en við fyrir mig það, þá ætla ég bara að segja, þú veist, að við erum kannski meira búin að tala um eitthvað svona hluti sem myndi kannski ekki teljast sem eitthvað samsæriskenning, meira bara svona orðrómar, eitthvað. En samsæriskenningar eru, þú veist, geta verið svo hjúts. Og það er óslega gaman að leyfa sér detta onni að hugsa samsæriskenningar og þú veist, oh my god, já, gæti þetta verið, og, þú veist, þetta er alveg svona gett mikið mystería og það er alveg gett gaman að pæli því. En það er svo sturlað og það er kannski fremst með eins og Jeffrey Epstein-málið. Ég vil bara fulli viðurkenna, ég veit ekki nógu mikið Epstein-málið. Nei, þurfum að kynna okkur það. Já. Veist þú eitthvað mikið það? Ekki mikið, nei. Veit grunninn. Ég veit út og hvað það gekk. En ég veit ekki alltaf þessa vinkla sem ég væri til að vita. Hvernig þetta byrjaði, hvar hann upprunalega átt alltaf þessa peninga, þú veist, hver er hann og allt það. En ég byrja að horfa á þættinu á Netflix. Ok. Þannig að þú þurft að byrja líka. Ok, sikra. Svo kannski bara tökum við Epstein þáttið eitthvað. En ég held að það sé svo sturlað að vera búin að vera að fylgjast með samsæriskenningu eins og hann. Þú veist, það var lengi sem enginn vissi af þessu. Nei. Því sem hann var að gera. Og svo er hún bara rétt. Svo er hún bara sönn. Einmitt. Það er bara eins og, það er ógeðslega margir sem trúa, eins og með 9/11 að þessi samsæriskenning. Ef það kæmi bara út núna, bara, það er satt. Þetta að þetta veri planað af stjórnvöldum er rétt. Það er svo sturlað. Það er gali, sko. Þannig að, þú veist, mér finnst það svo creepy faktor til þess að pæli þegar maður er síðan að pæla í svona frekar sturluðum samsæriskenningum er að aðrar sturlaðar samsæriskenningar hafa verið sannar. Einmitt. Það er svo skrítið. Ágríns. Fattar mig? Það er fárlegt. Já. Og ég var að hlusta á með podcastuna Sölva og fór Aron, bróðir minn, og þeir voru að ræða samsæriskenningar. Og þeir voru að ræða miklu meira svona pólitískt tengt og eitthvað svona, þú veist, ríkt fólk, eða þú veist, ekki Hollywood tengt. En þá, kemur Aron með þennan punkt að, þú veist, með Epstein-máli að það sé satt. Hvað ætlaði ég að segja? Hann sagði eitthvað annarlega. Já, og þar frétti ég vissi ekki, og ég veit ekki hvort þú vissir, en að yfirvöldin í Bandaríkjunum rétt áður en COVID gerðist gáfu út, bara á blaði, bara 100%, geimverur til. Aha. Já. What? En svo bara kom COVID og allt það, þannig að þetta bara týndist, einhvern veginn, þetta var ekki rætt. Ok. En þau eru búin að staðfesta það að geimverur sé til. Það er frekar sturlað. Já, við veitum náttúrulega að geimverur eru til. Já, líf á öðrum plánetum. Það er náttúrulega bara fárlegt að hugsa til þess að við séum eina lifandi í öllum bara geiminum, skilur við. Það meikar engan sens. Nei. En það að þau geta staðfesta, það var til að vita meira um. Já, þá er ég svona, hey, give me Tell a bit me more. En ég vissi þetta ekki. Ég vissi ekki að það hefur verið bara gefið út af stjórnvöldum, bara já, það er líf að þú veist. Mér finnst það geðið sturlað og ég væri til að vita, eins og segi, væri til að vita meira. Það meikar mjög sens. Ég trú 100% þessi til geimverur, sko. En heldur það sé bara það okkur að puttur eða? Það er bara alls konar. Já, heldur það sé bara fólk eða? Eða þú veist, ég held ekki að fólk er svo viðþekkjum að skilur, bara að öðru þessi útfærslur af fólki eða ég myndi að það er bara Star Wars, skilur ég sé að fyrir mig, could happen Birta þú veist samt alveg hvernig Star Wars gengið við hún, skilur svona sirkabát, já það er bara endalaust af plánundum, endalaust af mismunandi bara tegundum fólki. En heldurðu að þú veist þessar geimverur, heldurðu að komi til jarðarinnar? Hvað ætti þér að gera hérna? Ég veit ekki, ég var búin að vilst á leiði eitthvað. Kannski er það ekkert sem að koma, já, rúglega. Þess að allir þarna sem lýsi yfir að séð svona UFO og eitthvað.
Já, svo bara, hvað, þú veist, en ekki ára hér, þeir eru bara að rústa plándunni og það er ekkert spes hérna. Af hverju ætti einhverju verið að taka yfir plándur í jörð? Já, því hún er ekkert eitthvað langlífust. Nei, það er einhvern veginn, það er ekkert merkilegt hérna, þannig að sé. Nema hún sé kannski ekki... En kannski finnst þeim við merkileg og okkur finnst þeim. Þeim finnst okkur, við eru ekkert merkileg. Þau myndur bara vilja, þú veist, plánutun okkar. Ef þau eru bara, þeirra er ónýtt eða eitthvað. Já, en ég held að finnst, alveg svo okkur finnst geimveran sjálf áhugaverð. Er það ekki? Svo ég vil vita hvernig þau hugsa og hvað þau gera. Já, kannski myndu við vilja experimenta með okkur. Já. En svo finnum við út að við erum ekkert merkilega, held ég. Nei, eins og þú veist, það er ykkur sem veit eitthvað í Area 51, þú veist. Það er líka, það er eitthvað skrítið, sko, Area 51. Ég trú ekki að sé bara til. Ekki heldur, og ég var svo sturlað að sé eitthvað svona til sem er bara eitthvað, þetta er leyndamál. Já. Hætti þessu. Svo er þetta bara eitthvað svona Jeffrey Epstein dæmi. Kannski. Oh my god. En það er bara eitthvað svona fólk sem hefur unnið þarna, tjáðu sér síðan eitthvað staðar, hefur bara verið drepið. Það er sturlað. Ég veit ekkert, sko, bara, ég trú ekki að þetta sé eitthvað, ég veit ekki, ég veit svona, hvað er þið að gera þarna? En þú veist, að þeir sé að fela svona mikið þarna, að Area 51 sé svona ógeðslega lokað, það segir mér samt að það sé eitthvað sem ég mikið vita. Já, 100%, en heldur þessu tengt gefurum. Já. Er það ekki bara til þess að halda öllum bara svona, geimurur, skilur? Kannski er þetta eitthvað allt annað. Þá ætti þetta í rauninni að vera eitthvað, ef þetta er eitthvað allt annað, þá ætti þetta í rauninni ekki að vera eins áhugavert og geimurur. Já, kannski er þetta bara svona til þess að halda fólki bara, ok, þið vitið að þið megi ekki vita þetta að þetta eru geimverur, skilur, fólk er bara ok, kannski megi ekki vita að það eru geimverur hana, en svo er þetta bara eitthvað alvarlega en það eða eitthvað. Já. Fattar mig? Klóna fólk eða eitthvað. Já. Kannski bara eitthvað mjög ólöglegt þannig í gangi. Þá finnst mér svo skrítið að þú veist að stimpla á þetta er svona geimverur. Þetta er bara... Af því að það er líka ógst áhugavert. En þú veist bara... Svo að því að það er svo margir sem claima að sjá UFO og eitthvað, nei. Já. Og þau eru bara svona, ok, þau eru að vinna í þessu. Area 51, þau eru að vinna í þessu. Já. Kannski gefið þetta pínu closure einhvern veginn. Já, kannski bara smá svona, að því annars eru þau bara hringi alltaf bara, já, nei, hérna, ég sá eitthvað, bara, já, nei, við vitum að þessu. Svo er þetta bara flugulega eitthvað, skilur. Er þetta bara pæling, sko, ég trú alveg sé gefnur, en þetta er bara pæling, kannski er Area 51 ekki til. Jú, það er til. Kannski er það ekki það sem það segist þér á. Já, kannski er það sem það er að gerast þannig, við vitum alltaf ekki hvað er að gerast þannig inni. En það er allavega sturlað að stjórnvöld Bandaríkjanna er búin að gefa út að geimverur séu til. Já. Þú veist, það er alveg svona, það hlýtur að marka sögubækur. Já, en þú veist, hvað er það sannar? Já, ég veit ekki. Það er eitthvað sem þau vita sem við vitum ekki, sko. Hvað bull er þetta? Ég googlaði Area 51. Já, þetta er bull. En, ok, þú veist, þessi litla... Alien Center. Það ekki? Það stendur bara okkur skiltum hérna. Já. En hérna... Ok, en þetta fer pínu inn á þá þessa samsæriskenningu sem að ég er með. Hérna... Og þetta tengist svona, þú veist... Þetta er kannski fyrir utan Epstein-málið... Af því að ástæðan okkur Epstein-málið er svo stórt Hollywood tengt út af því að þetta er allt Hollywood, eða þú veist svona, ekki allt, en þetta eru hásettir aðilar og margir innan Hollywood líka sem tengdust Epstein-málinu. En þetta er líka þannig mál sem tengist stórum aðilum innan Hollywood og svona bara áhrifa miklum aðilum. Já. En þetta tengist þarna ég er örugglega ekki að bera nafnið fram rétt en þetta er adrenakróm sem er sérst efni hormón adrenakróm er hormón sem að myndast þegar líkaminn okkar er virkilega hræddur og hann myndast í mestu magni að mér skilst eins og ég skildi þetta best þegar líkaminn er virkilega hræddur þegar þú ert ungur þegar þú ert barn að þá hérna er þetta að fá mesta hormónið í einu ég veit ekki af hverju en sem sagt the FDA, sem sagt Food and Drug Administration Bandaríkjanna árið 2019 þá gáfu þau nefnilega út svona, þau gefa oft yfir svona einhverjar eða svona, hvað segir maður bara svona yfirlýsingar já, gáfu út yfirlýsingu
og í þeirri yfirlýsingu var verið að vara fólk við, þetta eitthvað sem þau gefa út, þetta þú veist, Food and Drug Administration ok, þú veist, alveg svo þau getur sagt það óhollt að borða mikið af sykri Já. ok, þannig að þú veist, þau megi ekki segja hluti nema að segja eitthvað sann fyrir því þau gefa út þarna, yfirlýsingu að fólk eigi ekki að vera að kaupa sér sprautur af sem, þú veist eigi ekki að fara að kaupa sér sprautur og þessi sprautað í sig ungu blóði Új, sem er bara young blood þetta er bara yfirlýsing sem þau gefa út bara fólk á ekki að vera að kaupa sér sprautur af ungu blóði Það er bara sjúkt að actually kaupa sér það já, þó maður kannski vita að það sé ekki óvalt bara að þú sérst að taka blóð úr barni Já. og sprauta í þig já hvað byrla það? og þá mitt bara svona spurningin þá bara eitthvað af hverju í anskotunum þurfa að því þetta er rauninni stjórnvöld þetta er Það var löggilt bara já, stofnun þetta er bara stjórnvöld af hverju þurfa stjórnvöld að segja þessa hluti sem segir okkur það bara að þetta sé að gerast alveg svo þau segja við okkur og að borða mikið að sykri er óholt og þá getum við gefið okkur það að það eru ekki aðlarni úti að borða of mikið að sykri Já. hann er bara svona, ok en svarið sem að rauninni felst í þessu er svolítið svona miskilin vísindaransókn sem hann gerð en það sem sagt hefur lengi verið bara pæling hjá vísindamönnum og vísindamenn alltaf pröfa alls konar hvort að blóð úr ungri mannesku geti hjálpað eldri mannesku að halda sér ungri þetta er bara pæling sem hefur verið bara, og þú veist og maður getur verið vissilega þakkláttur fyrir það að vísindaransóknir pröfa alls konar hluti Já. Vissulega, það er bara gott að fá svara við þessu þannig að þetta var rannsókn sem var gerð en bara með músum fyrir mörgum árum síðan skilur og þá var bara mús tekin yngri mús og eldri mús basically saumaðar saman Új. já, til þess að sjá hvort að eldri músin myndi yngjast af yngri músinni fattur mig, Já. þegar blóðið þeirra blandast Sauma þær saman, bara skoðurinn í tvenda já, er henni bara svona síjámstýpurar Ha. og og það sem að þú veist kemur úr þessari rannsókn er það, jú þetta hjálpaði til að yngja upp eldri músina hjálpaði ekkert til við hinni yngri músinni, það bara skemmti fyrir henni og það voru alls konar svona þú veist, en eini punkturinn sem var tekin úr þessu var já, þetta virkaði Já. ekkert og það voru margir kvillar sem að fylgdu þessu rannsókn líka en það sem var tekið og þú veist, þú getur tekið einn vinkil úr heilri rannsókn og sagt að þetta er rétt að það er alltaf eitthvað sem við erum meitur Einmitt. en þetta er svolítið svona miskildni vísindan á baku þetta er ungt blóð yngir þau upp og þá sérstaklega ef þetta var þetta adrenokróm í blóðinu sem sagt eitthvað sem að Új, þannig hrættbörn já, Új. og sérstaklega eftir þetta 2019 að það kemur út þarna statement frá FDA og þannig þá byrjar fólk svolítið að pæla í þessu og eins og við höfum rætt bara svona, er hann time traveler, hann yngist ekkert og hann eldist ekkert og hvernig getur þessi leiti svona vel út þegar hann er svona gömul og eða gamall og eitthvað svona það bara myndaði samsæriskenning sem í rauninni er þannig að stjörnur er að kaupa sér sprautur af þessu adrenokróm sem er í rauninni blóðtekjur úr virkilega hrættu barni. Új, bara það. Þannig að þau eru að bara, þú veist Það er bara að taka þetta úr bara skelfingu og losna börnum já, og spreyta í því svo þú ert ungur. já, Þetta hljómar eins og okkur svona hræðileg barnasaga, svona Hans og Greta væp, það er bara verra. já þetta er ógeðslegt. Já, þetta er viðbjöður. En það var á tímapunkti 2019 sem þessi samsæriskenning varð ógeðslega hávær og er ennþá fyrir sumum. En að stjörnur eins og Tom Hanks, Ellen DeGeneres og bara virkilega frægar stjörnur og háttsettir aðalar fóru til þess að slökkva á Instagram kommentunum sínum
og fóru að bara minnka sig frá viðtölum og svona út af því það var að vera að bendla þau við þetta. Þau? Já. Þau nú ekkert verið eitthvað unglega eitthvað að þannig sé að með við aðra. Nei. Kenó-gæin hana. Hvað heitir hann Kenó? Já, hann bara alveg eins. Já, en þú veist, en ég bara neymdropa þeim tveim, skilur, en það voru helling, það var það hefði ekki verið J.Lo líka og fleira, sko. Já. Og bara margar stórstjörnur sem voru bara kendar við þetta. Shit. Og svo... En væntanlega ertu að fara að slökka á allu þegar eitthvað svona byrjar. Það nennir þess ekki. Nei, væntanlega ekki. Þetta er vonandi bullshit, skilur. Já. En þú veist, þetta var það hávært. Ég er svona meira að segja það, þú veist, það var ekki eins og að verið, þú veist, eitthvað 10.000 manna grúppa að kommenta, þú veist, hjá öllum stjörnum, það myndi ekki ná athygli þeirra. Það mikið að þau myndi slokka á kommentakerfinu. Það er svo auðvelt samt að ná, hæpa eitthvað svona upp, skilur á samfélagsmiðlum. En þú veist, komið með svo ógeðslega stóran hóp sem virkilega trúir svo, og trúir sér ennþá, og eru að, eru að halda þeim svona accountable. Að því að síðan gerist COVID og þá svolítið talað að það hafi verið erfiðara fyrir þau að nálgast þetta efni, þetta hormón, þessar sprautur. Og það var talað að þau væri pínu að nota samfélagsmiðla til þess að láta vita að ég þarf að kaupa. Og það voru alls konar svona sannanir og alls konar svona samsælispælingar að þú veist, ef þau til dæmis postu mynda sér í rauðum ból. Nú er ég búið til, en þú veist, þetta var pælingin. Ef þú notuð þessa emoji, þá er það að biðja eitthvað. Svo ef þú lítur náttúrulega á öll sönnunargagnin og ef þú hugsar, ok, gefum okkur það að þessi satt að þessi að biðja þetta ef þú eru rauðum ból, akkur voru það allir rauðum ból í einni viku? Fattar mig, þú veist, þá er þetta orðið alveg gett svona vafasamt, ef þú myndir gefa einn parturinn á þessu væri sannur. Þannig að þetta lítur og stíl út. Og þetta er sem ég er að bera saman með Epstein-málið, þú veist, að því að það var samsæriskenning sem var bara ógeðsleg. Og svo er hún sönn. Og þú veist, að maður hugsa svona, oi, þetta er ógeðsleg samsæriskenning. Og hún gæti bara verið sönn. Já. Það er ógeð. Það var ekki viðbjöð, sko. Svíkalegt. Já. Þetta er styrlað. Rosalegt. Finnst það ekki? Jú. En það er ekki einhver hormón líka sem að fólk kaupir sem er yngimann. Jú. En getur ekki bara verið að nota það? Jú, en það er ekki nærrið jafn miklu virkni í því. Þú veist, þetta er talið, út frá þessar rannsókn, skilur, þetta yngir þig mest af öllu. En er þetta ekki frekar að er þetta ekki að yngja þig, þetta er frekar að hægja á öldrunni, eða ekki? Jú, þú veist, þannig séð, þú ert ekkert Benjamin Button, skilur. Nei, það er ekkert aftur í tíman. En jú, vissulega, skilur, bara svona halda þér ungum og þess vegna er þetta líka eitthvað svona sem að þú þarft að fá mjög reglulega. Þú veist, þú þarft að halda þig við, eins og ég get ímyndað mér að þú ert að nota stera, þú þarft örugglega að gera það, þú þarft örugglega að halda þig við. Ég veit ekki, en þú veist, þannig að þetta er nákvæmlega þannig pæling, sko. Það sem var svo mikið erfiði þegar þau gátu ekki nálgast þetta. Því að samskipti voru lokuð í COVID og eitthvað svona. Brútal. Þetta er sick. Ég vil ekki fá söguna að það sé satt, sko. Ekki það sé bara eitthvað facility og það verður bara að ræða á ykkur börn og taka blóð svo ykkur getur verið aðeins yngri en þeir eru. Já, og líka sko að því að þú veist getur ekki bara að því að þú veist, svo mitt frétti ég það í samsæringarþáttunum sem ég hlustaði með Sölva og Aron að þá hafi verið, þú veist, eitt af því sem að, sem sagt, nú er ég bara að taka út úr þeim. Ef að þeir eru að bylla þá go over and scream at them, sko. En ég bara miðla áfram sem þau sögðu. En þeir sögðu þetta, að eitt af því sem Trump gerði innan gæslega bara gott, þú veist, er hann setti sérst bann á það að það stóð sérst, það var sérst leyfi fyrir því í Bandaríkjunum á sumum svona heilsugæslum eða eitthvað þannig sem að ef að þú vildir ekki eignast barnið þitt, þú vildir fara í fóstureyðingu, þú vildir ekki eignast fóstrið þitt, að þá var hægt að gera díl við læknana eða læknastofuna eða heilsugæsluna eða hvernig sem þetta er runnið úti. Það kannski að stíl við þau að eignast barnið og þau kaupi barnið
fyrir læknavísindi. Ég hættu. Já. Þetta var bara eitthvað sem skrifað í reglur, samkvæmt þeim. Já. Eitthvað sem var skrifað í reglur í Bandaríkjunum, að þetta má gera, það má kaupa barn. Læknisaðstæðum. Já. What the hell? Sem að nota í læknisvísindi. Það getur ekki verið rétt. Nei. En þú veist, ef að þetta er rétt, hvað er verið að nota þessi börn í? Þá hugsa ég, það getur bara verið allt í rauninni. Það getur verið klóna, það getur verið allt. Já, líka bara pröfa eitthvað ný bólaefni, skilur og eitthvað. Új, ég vona ekki. Já, ég vona ekki heldur. En þetta var vist eitthvað sem að Trump náði stoppa. Ok, en kannski var þetta ekki, en hans þykist að þetta hafi verið og letið svo hann hefði stoppað þetta. Já, á sama tíma hann bannaði fóstureyðingar sem var fáránlegt. Já. Skilur við. Já, ríkilegt. En nákvæmlega, en þú veist, þetta er svo margt svona styrla, sko. Algjörlega. Þetta er svolítið þungt. Já. Sorry. Allt í góðu, sko. En ég þurfti bara að taka á þessu, sko, já. Því að, já. Það er rosalegt. Já. Veist þú með eitthvað meira? Það er Walt Disney. Já, þessi búið frestan. Hann er frosin, það er kenningin. En það er satt að ég heyrði það þegar ég var lítil. Já, það er ekki rétt, sko. Það er ekki hægt. Skotin. En þú veist, kannski er það rétt. Við veitum ekki. Ég held að hann sé Area 51 bara frosin. Já, kannski er það að Area 51. Hann frosin, svo að geti komið aftur, hann vil bara lifna aftur við setna. Já, hvenær vildi hann aftur lifna við? Bara leiður geta það. Fattur við? Já, Það er ok. náttúrulega ekki til tæknin til þess að við vitum. Þannig að hann lét frjósa sig, segir sagan, til þess að það sé hægt að vekja hann aftur upp til lífs setna. Já, ég hef heyrt þetta. Já, ég líka. Það er margir sem heyrt þetta, vona ég. Já, ég trúi ekki öðru. Nei, nema við eigum eitthvað fáránlega skrýtna fjölskyldur sem voru bara dæli okkur líka sig. Hvaðan kemur þetta? Ég er sjokki. Veit það ekki. En já, þetta á ekki að vera hægt. Nei. En hérna, ég ætla bara að koma inn á að því við tölum smá lizard people seinast. Ok. Þannig, og við vorum búin að gleyma hvað það er. Þannig ég er svona lettilega að tjekka hvað þetta er. Ok. En það er margir sem trúa því að það sé til bara heil tegunda fólki, eða ekki fólki, heldur eðlileg fólki. Og þeirra markmið bara í þeirra lífi er að ná yfir mannkynninni, skilur. Og þau eru talin bara að vera mjög vond. Einmitt. Og þau eru talin vera bendlu við þarna Illuminati og allt það, eða ekki? Já, til dæmis. En margir segja að þau séu ekki frá jörðinni, sumir segja séu geimnum, en sumir segja séu frá jörðinni, fluttu í geiminn og komu svo aftur til jörðinar. Okay. Það er svona originið af þeim. Okay. En þetta tengist mjög mikið við svona pólitískt og svona háttsett fólk. Já. Eins og fólk vil meina að breska konungsfjölskyldan sé í rauninni ekki mennsk heldur eðlileg fólk. Já. Og líka George Bush og Bill og Hillary Clinton og bara margir fleiri. Það trúa því að sé eðlileg fólk. Já. En eðlileg fólki einhvern veginn það drekkur blóð úr fólki og þá getur orðið eðlileg fólk. Þannig að fólk heldur að þetta fólk sé... Þannig að þú getur orðið eðlileg fólk? Annarkvort getur orðið eðlileg fólk eða þeir geta umbreytt sér í þig og þá er það þú skiluru og þú er kannski bara segjum að Elizabeth drottning væri eðlileg fólk. Já. Að hún sé það bara dáin skiluru. Nei, bara, já, hún hafa bara orðin eðlileg fólk. Það er alveg komið það langt að þau eru að fjölga sér skiluru. Já. Að þau eru bara, allt þetta fólk eru einhvers konar tengt, einhvers konar later relatives, fattar þau? Ok. Og það er svona supportið á kenningunni. Ok. Þannig að þau getur bæði orðið, þú getur bara orðið eðlileg fólk, eða þú getur stjórnaðar að eðlileg fólki, eða eðlileg fólk getur orðið þú. Fattar þau? Já. Þannig að ef ég var eðlileg fólk, myndi ég býta þig, skilur, fá blóðið þér, það get ég orðið þú. Og þú ert þá bara dáin, held ég, eða ég myndi bara læsa inni eða eitthvað. Area 51. Area 51, það er allt eðlileg fólki. En þetta er svona hvernig eðlu fólkskenningan og það er tengt þau alveg við mikið, bara eins og 9/11 líka og JFK og allt já, þetta, það er bara eðlu fólk, bara það talaði margar stjörnur sé eðlu fólk. Justin Bieber Emmett Bieberinn og Beyoncé og þau skilur þau sé eðlu fólk. Og fyndi að skilur nefnum það því ég var rannsaka fyrir þetta adrenochrome, þú veist, þessa samsverðskenningu með að drekka blóðið og eitthvað.
þá sem sagt, það fyrirtæki í Bandaríkjunum sem að byrjaði að selja blóðsprutur, bara young blood, skilur, og það var ekkert eitthvað tekið úr hrædduböndum, skilur, en þetta var bara fyrirtæki sem í alveg var opnað og það þetta sjá bara svona pitsi hjá gæinu sem bara 8 fyrirtæki og svona, svo var þetta allt bara að geða sketchy. En það var einhver á YouTube sem var að segja frá þessari kenningu, sem að þekkti vin, veit alltaf eitthvað þannig. En sem hefði þessi rauninni verið eitthvað aðeins að vinna fyrir þetta fyrirtæki eða þekkt til mannesku sem var að vinna fyrir þetta blóðfyrirtæki. Þetta fyrirtæki var síðan seinna meir innan þessar samsæriskenningu talið fara að selja adrenochrome sem er þú veist þá hormónið úr hræddu barni. Þessi manneskja var að segja frá því að manneskja sem að hann þekkti hafi rauninni séð mynd af fundi sem var tekin með þess að eigandi þessar fyrirtæki og kannski svona stærstu kúnunum og hann sagði að á myndinni það sem komið honum óvart ekki bara, á Jay-Z þar nei, hann neymdroppaði ekki neitt okay. en það sem hann sá þessara mynd var þetta bara einhverjum ógeðslega fínum turni ykkur starf skilu, þetta svona fínt skrif, eða svona fínt fundarherbergi ég myndi eitthvað svona glugga og stórt borð og eitthvað svona, ég sá ekki myndina en hann var bara hann var lýsa því sem að vinur sem hefði séð og bara á miðjun á borðinu og bara ógeðslega fínt gull eða svona bara svona einhvern veginn bakki svona kannski bara gulli eða eitthvað þú veist ekki eftir gulli, bara svona gullið þar og bara sprautur að þar bara, þetta er ógeðslega fancy þetta er ekki gert í ykkur húsaskoti eitthvað að sprauta þið með blóði eða eitthvað hormóni þetta er bara svona fancy og allt fólki sem sat við borðið var allt eitthvað sem hann vissi hver var hátt settir, stjörnur og þetta var bara orðað bara svona nema eitt sem var skrítið vatnan tekið fram að manneskjan endanum var svona að teygja sig í sprautina en höndin á þeirra mannesku leit nefnilega ekki út fyrir að vera mennsk heldur meira svona eðlileg It's the lizard people og þarna var ég svolítið týnda því að svona, því ég var að reyna að rannsaka þetta ég er svona að býta, akkur er alltaf ekki mennsklingur ég fatt ekki, eða þú veist, en jú, það er vissulega þá er þau einmitt líka kend við, lizard people er mjög mikið kend við þessa kenningu kannski er Area 51 bara svona þeirra að hvíta þessi lizard people ég held að myndi ekki koma sér saman eitt stað það er heimskulegt þið eru samt bara í human forms, skilur ég held að segja ekki true. Öll þar nei. kannski bara svona allt svona ráðuneytið og vísindafólki hvernig eiga hann á að taka yfir heiminn þetta er styrla sko styrla pælingar ágrís en svo er einmitt eitt ég fyrir að kíkja í símann minn það er eitt mál sem við þurfum að kíkja á og það er alveg nokkri búin að vera að senda á sem sagt TV-vikunar Instagramið okay. að spyrja, ætlar ekki að ræða þetta eitthvað en ég hef ekki ennþá gert það en þetta er sem sagt leikaran Armie Hammer það er sem sagt mjög stórar ásakanir sem að ganga út á þann mann núna að hann sé mannæta oh my god, þú varst að segja mér eitthvað frá þessum daginn og ég þarf að kynna mér þetta mál betur og kannski gerir það bara og síðan tökum eitthvað stutt að þátt þetta eða eitthvað hann er svona líkur Dexter ef maður pælir andjóks en þetta er víst svakalegt og hann er víst bara algjör psykopath samkvæmt þeim kenningum og sönnunum sem ganga lögreglan hefur þurft að tjá sig málið og fleira lögreglan hefur, af því að það er víst eitthvað og þetta er svo pirrandi, þú veist, líka í vorkinu þeim sem er að hlusta hann þátt núna kannski veit allt málið og er bara svona, ertu ekki að fara rétt með þetta en sorry, en ég ætla að kynna mér þetta mál og kannski tökum bara styttri þáttar sem ég segi þér frá þessu máli ef við getum sagt þeim frá en bara svona aðeins þess að tengi þetta þá var til dæmis Brendi í vinkun okkar úr Real Housewives of Beverly Hills besta hún var að tvíta bara í gæri eitthvað þá var hún að tvíta eitthvað svona hún segir Armie Hammer sem er leikari eitthvað, hann má koma í barbecue til mín eða eitthvað og það brjálast allt sko
Jesus, Það eru hún allir kann bara ekki eitthvað svona- strikið, sko. Nei, hún bara, þú veist, það eru ógeðslega stóri orðrúmar, það eru víst vitna að koma fram að tala um Armie Hammer, þú veist, það eru greinilega ykkur sem eru, þú veist, Og það eru actually svona alvöru dái fólk, skilur já, ekki? já, og það er fólk sem augljóslega hefur eitthvað skona verið snert af honum á Já. vondan hátt, skil, og er brotið og er viðkvæmt, þá ferði ekki að tvíta ykkur svona. Nei. Og hún segir, how do you just keep getting hotter and hotter? #let's barbecue. Oh my god. Og þú veist, og það er eitthvað fjölda kvenna búin að koma fram og segja, þú veist, já, ég átti, þú veist, nótt með honum, ég átti stund með honum, þar sem hann fór að biðja um svona skrýtna hluti sem er hægt að tengja í mannátt. Einmitt. Þannig að fjöldi kvenna er búin að koma fram, bara brendi 1000 kvennmaður. Bara shut the fuck up. Já, bara hvernig er þú að vera heitar yfir? Új, hvað að þér? Einmitt. Kansi ekki, sko. Okay. Kansi ekki. Nei, það er bara no filter, sko. Nú fyllt þér. En já, við þurfum 100% að tjekka á þessu Armie Hammer máli. Já, ándjóks. En ég veit ekki eins og hvort að það sé samsæri eða hvort það sé bara sannleikur. Einmitt. En það er bara með flestar samskjars kenningar, sko. Maður veit ekki Maður hvort veit það ekki. er. Nei. Sturla. Mm. Magna hvað, þú veist, við einhvern veginn getum alltaf rætt um allt. Ágríns. En svo var annað bara eitthvað, ég sá að Jay-Z tala um að vera time traveler af því þetta er mynd frá 50 eitthvað sem að lítur út eins og sé hann. Já. Og svo er sagt að Michael Jackson og Latoya Jackson sé sama manneska sískininn og Ég svo það líka. það er alltaf eitthvað svo leiðis alltaf eitthvað svona Nú er þessar kenningar bara orðin eitthvað trash í hliðina á þessu sem við erum búin að ræða, sko. þú veist, leiðu opnum fyrir Area 51 og svona eitthvað meira juicy, kannski ekki alveg Hollywood tengt, þú veist. Ætli þessi þáttu kom út? Nei, ég er ekki viss. Nei. Fyrsti samstarfsþátturinn okkar kom ekki út, sko. Hann kom ekki út, sko, og við hefum ekki ennþá rætt allt sem við rættum þar. Nei. Að við þorum því ekki. Við viljum ekki jinxa það, sko. Nei, en það er fyrsti og eini þátturinn sem hefur verið vesen á. Já. Það er fyrsti samsækja þátturinn sem við ekki gáum tókum upp. Hann hvarf. Hann hvarf. Segðu mér að það sé ekki saman. Og allt efni hvarf. Allt myndefni. Og það eru 3 myndavélar. Já, svo það eru 3 myndavélar. Það meikar ekki sens. Nei. Það sé ekki til, var ekki til á einu korti. Nei, af því að það tekið back up á öllu, við skulum alveg tryggja það. Það er mjög skrítið. Mjög skrítið. Mjög skrítið. Herðu, takk fyrir þáttinn. Takk svo leiðist og sjáumst við í næsta. Já, sjáumst næsta.